Við erum hérna hluti af teymi sem við unnið saman í meira en, það bil 2 ár held ég núna og verið með fræðslufundi allt land og reynt að vekja athygli og máls á þessum málum, mansal á Íslandi. En það til dæmis ekkert langt síðan það var verið að tala mansal hér á Íslandi í tengslu við vinnumarkaðinn til dæmis. Við ætlum að vera með 3 innlegg. Fyrst það Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðallögfræðingur hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og Vilhjálmur Eir Þórhallsson, yfirlögfræðingur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum sem ætla að flytja hérna 20 mínútna erindi. Að því loknu tekur Edda Ólafsdóttir félagsráðgjafi hjá Mannréttindaskrifstofu og skrifstofu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar við. Hún ætlar að vera með 10 mínútna erindi og svo ég með 10 mínútur mansal og vinnumarkaðinn. Og Drífa Snædal heiti ég og er framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins. En okkur ekkert að vanbúna, ég ætla að bjóða Vilhjálm fyrst eða hvað? Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir boðið, fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Við ætlum að skipta svo milli okkar, Alda og ég, og þannig að ég ætla að vera svona kringu 10 mínútur. Byrjum kannski aðeins á svona alþjóðlega umhverfinu sem við vinnum hérna eftir, erum bundin við hérna á Íslandi. Við erum með Palermo-sáttmálann og Evrópusamning til þessa tilskipun ESB og auk þess sem að við reynum að vinna eftir aðgerðaráætlun stjórnvalda gegn mansali og skýrslu Greta stöðu mansals á Íslandi. Þessi tilskipun hún hefur þó ekki verið innleidd ennþá hjá okkur. Svona aðeins bara ákvæði sem slíkt, þetta í rauninni mansalsákvæði eins og að kemur fyrir í almennum hegningarlögum og svona til þess að hlaupa bara, þetta er mikill texti á einni glæru en við reyndum svona að bólda eða hafa feitletrað og rautt það sem að kannski skiptir mestu máli þegar við erum að lesa ákvæði og reyna að vinna eftir ákvæðinu. Það sem sagt hérna fyrsta málsgrunninn, það sem að kemur fram að hverjum þeim sem gerist sekur eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, og tilgangurinn að það það að misnota kynferðislega til nauðungarvinnu eða að nýta líffæri viðkomandi. Og svo þessu lýst nánar þarna. Við kannski svo förum við bara betur í þetta í glærunum. Þannig hérna þetta svona kannski aðeins svona niðursoðið. Verknaðurinn, það felst í verknaðinum að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við í rauninni manneskju. Og til þess að beita þessi aðferðin sem þarf að vera til þess að háttsemin falli þá undir ákvæðið, að það þarf að vera að ræða eitt af þessum atriðum, ólögmæta nauðung, frelsissviptingu, hótanir, ólögmæta blekkingar og svo í rauninni lykilatriðið og það sem við kannski hefum lent stundum í basli með hjá lögreglunni og hjá ákæruvaldinu að það hagnýtingin, að sýna fram á hagnýtinguna sem að getur þá eins og tiltekið hún getur verið kynferðisleg, fjárhagsleg eða þá með líffæri. Aðrir hagnýtingaþættir, svona önnur dæmi mansal. Það getur verið bett út á götum, það getur verið svokallaðir eða getur svona íslensk orðið, kannski húsþræll, það er ekki domestic servitude, nauðungar, hjónabönd og skipuleg brotastarfsemi. Og þetta eru mjög stórir, eða hvað maður segja, þetta svona umfangsmiklir flokkar í þessu. Hagnýting barna, hún hvað maður segja, mjög relevant í dag, má segja, meðal annars vegna ástandsins í Evrópu sem að nú eins og hefur komið fram núna nýlega í fréttum og þá talið að séu að minnsta kosti 10.000 börn, sem sagt vegalaus börn, sem eru á vergangi í Evrópu þessa dagana. Og börn eru seld í kynlífsiðnað, notuð til vændis, þau eru neydd til að betla, stela og svo myndist þið þarna á varðandi innflutningur og sala á fíkniefnum og ættleiðingar. Að börn
það eru dæmi það allavega erlendis frá að börn í rauninni gangi kaupum og sölum þá í ættleiðingum. Þetta svona kannski 2 ákvæðin sem við erum að vinna eftir. Það eins og ég sagði áðan, það mansalsákvæði í hegningarlögunum og svo erum við með útlendingalögin og þar fjallað smygl á fólki. Það í 57. grein. Það má segja kannski að svona aðalmunurinn hann þarna kemur fram þarna niðri. Mansal, þá erum við að tala hagnýtingu sem aðalforsendu þess að sé að ræða mansal. En þegar við erum að tala smygl á fólki þá í rauninni flutningurinn aðalforsendan. Auk þess sem að í rauninni brotið, hvað maður að segja, þegar við erum að tala smygl á fólki þá má segja að brotið beinist í rauninni gegn ríkinu eða hagsmunum ríkisins, en með mansalið þá það gegn þá einstaklingnum sjálfum. Þetta helst oft í hendur, smyglið á fólkinu, smygl á fólki og svo mansalsákvæði. Og við höfum allavega hjá embættinu sem ég starfa hjá rekið okkur á það að oft á tíðum þá kannski erfitt vik að ætla að rannsaka eða sanna mansalsþáttinn sem slíkan, en aftur á móti getur smygl á fólki eða ólöglegur flutningur á fólki hingað til hans, hann getur legið betur við í sönnun. Og þá ákvæðið 57. grein, það mjög ítarlegt í útlendingalögunum og það sambærilegt ákvæði í lögum atvinnuréttindi útlendinga sem að Drífa kemur betur inn á eftir. Og þar alls konar tiltekið upp, til dæmis að nota ólöglegan, útlending sem að dvelur hér ólöglega, hefur verið fluttur hingað ólöglega til landsins í vinnu og þess háttar. Þetta svona það sem efst á baugi í málaflokknum í dag. Við erum að reyna að vinna eftir aðgerðaáætlun stjórnvalda. Það stýrihópur sem leiddur af innanríkisráðuneytinu. Það sérfræðingahópur á vegum velferðarráðuneytisins. Við rekum okkur á það aftur og það alltaf þessi sami skortur á fjármagni í málaflokkin. Auk þess sem við höfum rekið okkur á það mjög reglulega að það skortur á úrræðum í kerfinu. Því að ólíkt mörgum öðrum brotum að þegar að ræða mansal og við teljum okkur hafa fórnarlamb mansals í höndum, að þá það ekki hægt að fara með fórnarlamb mansals eins og einhvern annan hlut sem haldlaður í þá rannsóknar máls. Við erum að tala manneskjur sem að eru oft í mjög erfiðari stöðu og þurfa fulla þjónustu allan sólarhringinn, alla daga, og þau úrræði því miður standa okkur ekki oft í boða. Það búið að halda mikið af fundum eins og Drífa kom inn á út allt land. Og af hverju fræðslan svona mikilvæg? Það mjög mikilvægt að bera kennsl á mansalið og það felst vegna þess að, meðal annars vegna þess að fórnarlömbin koma sjaldnast sjálf fram. Það þarf að sækja fórnarlömbin, það þarf að finna þau, það þarf að búa til málin, þau verða ekki til að sjálfu sér. Þannig að þetta mjög mikilvægt að kerfið og þeir sem að vinna með fólki séu meðvituð þau atriði sem að þarf að hafa í huga eða horfa til. Og það svona, varðandi staðalímyndirnar og hvernig lítur hið típiska fórnarlamb mansals út, það í rauninni algjörlega ómögulegt að segja. Það getur verið hver sem það algjörlega óháð kyni, aldri eða litarætti. Var ég ekki komin? Ég glemdi talningunni. Já. Það eins og kemur þarna fram að bera kennsl á snýst að skilja það sem hún sérð og trúa því. Og það reynir oft mjög á þá sem að vinna að mansalsmálum að við sjáum eitthvað sem greinilega rangt, það eitthvað greinilega mjög skrítið, en það eitthvað, en það gengur einhvern veginn upp, við fáum það ekki kannski upp í hendurnar, en við þurfum að trúa því sem við sjáum og gefast ekki upp í rauninni við að halda áfram með máli. Og það þessi trúnaður, þetta oft trúnaður brotaþolans við brotamannin eða gerandann. Og það má kannski segja að þetta sé eftir 8-10 hálfgert svona Stokkólms heilkenni.
Og þá erum við ofta einmitt að eiga við fólk sem hefur kannski lengri tíma eða fórnarlömbin lengri tíma hafa sætt hótunum, þvingunum og eiga oft á tíðum en reynsla þeirra af samskiptum við yfirvöld oft mjög slæm, þannig að vantraustið gagnvart yfirvöldum töluvert. Þetta svona, má segja kannski séu algeng einkenni og sem þarf að líta til. Fórnarlömbin þau líta yfirleitt oft ekki á sig kannski sem þolendur, eru ekki tilbúin að viðurkenna það að þau séu fórnarlömb eða átta sig ekki á því að þau séu fórnarlömb. Þau kannski upplifa það þannig að þau séu komin úr erfiðum aðstæðum í kannski aðeins skárri aðstæður sem eru samt ekki góðar og það getur tekið mjög langan tíma fyrir fórnarlamb að biðja og líka þá jafnvel þiggja aðstoð sem að því boðið. Og í mörgum tilvikum gerist það aldrei þegar mál eru til meðferðar allan hjá lögreglu og við höfum lent í því að í rauninni að mál falli niður vegna þess að ætluð fórnarlömb þau í rauninni bara vilja ekki spila með eða taka þátt í rannsókninni. Þá kemur Alda. Já, komið sæl. Ég ætla að reyna að hlaupa svolítið hratt yfir. Þetta eru nokkrar glærur og mér langar að það er svo erfitt að takmarka sig þegar maður hefur svona stuttan tíma því að maður er vanur að hafa mun lengri tíma þegar maður er að tala þetta viðfangsefni. En þá getum við velt fyrir okkur, hverjir eru þolendur í mansali? Oftast þetta fólk í viðkvæmri stöðu og það getur verið í alls konar stöðu. Það eru börn, vegalaus börn, fatlað fólk, fólk á flótta eða í leita betra lífi, fátækir, atvinnulausir, veikt fólk, fólk sem hefur alist upp við erfiðar aðstæður eða skilyrði og í rauninni bara hver sem er. Allar staðalímyndir þær eiga ekki rétt á sér. Hvaða merki og vísbendingar? Þetta svona almennt atriði sem hafa einkennt fórnarlömb sem hafa komið hingað til lands og þetta á sérstaklega við kannski þá sem eru með í kynlífsþjónustu eða eru hagnýtt í þeim iðnaði eða ef við getum sagt sem svo. Það er lítill fatnaðarmeðferðis, fjármunir á mjög skornu skammti og oft engin, getur ekki sýnt fram á persónuskilríki að sanna á sér deili og eru með mjög eftirtektarverða hegðun, kvíða, streitu og þá sérstaklega við í samskiptum við yfirvöld. Vegna þess að þau hafa ekki góða reynslu af samskiptum við yfirvöld. Og meðal annars hefur eins og þeir sem hafa verið í vændi og hagnýtt í vændi að þau víðast eru þau fyrir utan Svíþjóð og Noreg, þar eru þau sakfelld fyrir að vera að selja sig og það skapar mjög mikla togstreitu þannig vilja ekki koma og tjá sig við yfirvöld. Vinnustæðir, það er bara að koma og för frá vinnu, er fólk sjálfráða, er það að fara sjálft og koma sjálft, er það að flutta á staðinn, búseta, hvar býr fólk, býr það í einhverju kommunum, í pínlitlu herbyggi, 6-7 saman og svo framvegis, vinnutími, er hann virtur, er fólk að vinna allar sólarhringinn og jafnvel bara leggur sig á vinnustæðnum, hvernig eru atvinnuskilyrðin, eru þau góð eða slæm, er starfsfólk frjálst ferða sinna á vinnustæðinn og af vinnustæðnum, er það með persónuskilríki sín meðferðis, getur það sýnt og sanna á sér deili, er starfsfólki þeirra aðstæði geta tjá sig sjálft án afskiptar annarra eða er alltaf ykkur að koma og hafa orði fyrir viðkomandi. Það er það sem við þurfum að passa, við höfum í rauninni afskipti okkar af þeim séu bara beint að þau geti talað við okkur og þá bara í gegnum túlk og hann má ekki vera aðstandandi eða ykkur tengdur og það er eitthvað sem við verðum að passa. Mansalsmálin eru 3 á Íslandi sem hafa gengið til dómstóla. Það eru 2 Katalínudómar og svo þetta Litháamál sem meðal annars ég vann að á sínu tíma frá 2009. Það er eini dómurinn þar sem við höfum fengið sakfellingu. Ég reyndar vil meina það að í öðru Katalínumálinu hefði átt að sakfella en þekkingin á því tíma hafi rauninni ekki verið af þeirri stærðargráðu að það hafi hreinlega verið vitneskja það. Þetta er ákæran í málinu sem var 2009. Þar voru 5 Litháar og 1 íslenskur ríkisborgari ákærð fyrir mansal. Þeir höfðu mismunandi hlutverk, sumir að taka við henni, aðrir að hýsa hana og svo framvegis.
Á þessum tíma sem að þetta var þá var lagaákvæði aðeins öðruvísi en það í dag, þar að segja að viðkomandi aðilar þurftu sjálfur að hafa notfært sér viðkomandi þá kynferðislega í þessu tilviki. Hæstiréttur dæmdi fyrir hlutdeild í því máli vegna þess að við gátum ekki sannað að þeir hefðu sjálfur notfært sér stúlkuna og einn fékk 5 ára fangelsi, 4 fengu 4 ára og Íslendingurinn var sýknaður. Þetta svo nýtt mál sem var í Héraðsdómi Reykjanes og sem að Villi sem hérna með mér, hann var að flutti sjálfur. Þarna var grunur mansal og þarna var 14 ára drengur sem kom með öðrum manni. Við náðum ekki, eða þau náðu ekki að sýna fram á að það væri ásetningu til staðar varðandi hagnýtinguna, við gátum ekki fundið hana. Þannig að þá var farið í þetta smygl ákvæði sem að hann var að nefna áðan. Þannig að hann ákærður og dæmdur meðal annars fyrir smygl á fólki. En hver eftirspurnin? Hvað drífur hann áfram? Það fyrsta lagi ef okkur vantar vinnuafl. Ef það mikill skortur af vinnuafli, þá aukin hætta á að það kunni að þrífast mansal. Nú aftur uppgangur í samfélaginu, við þurfum að hafa gætur á. Ég veit ekki hvort að þið hafi séð það en til að mynda þær rannsóknir sem hafa verið viðhafðir varðandi Kárahnjúka. Ég held að það vilja engin stefna í það far sem var á þeim tíma og það var ekki góðar lýsingar af því og í rauninni þegar maður hugsar tilbaka getum við jafnvel sagt að þar hafi verið vinnumansal að ræða og það í stórum stíl. Aukning ferðamanna, það býður líka, þá líka skortur á þjónustu, það vantar meiri þjónustu, það vantar ódýrara vinnuafl og svo framvegis. Einnig varðandi vændi og það fylgir líka þessum aukna ferðamannaðinaði, það kemur þó meiri eftirspurn eftir því. Aukinn straumi flóttamanna, eins og við öll vitum að það mjög mikill straumi flóttamanna í Evrópu í dag. Þetta gríðarlega áhættu mikið og vegna þess að sérstaklega konur og börn og einnig karlmenn í vinnu þar að segja, sérstaklega, sem í aukinni hættu þar. Í dag það í rauninni þannig að það svona uppi einhverjar uppi eitthvað svona að það sé í rauninni ekki lengur pull og push-faktorar sem stýra því hvert fólki fer, heldur rauninni skipuleg glæpastarfsemi sem sé að stýra því hvert fólki að fara hverjum tíma. Þannig að það að segja að þau borga ákveðnum aðilum fyrir að komast á ákveðin svæði, þannig að þetta ekki þau sjálf sem að velja ákvörðunarstaði. Og þessi vegalausu börn sem hann nefndi áðan, sem að tala að minnstakosti 10.000. Þau kunna vera miklu fleiri. En mansal og birtingamyndir, hvernig sjáum við þetta? Við höfum séð að hluta til á Íslandi af þessu, au-pair, fjölskyldufyrirtækjum, veitingarstöðum, hreingirningafyrirtækjum, bifreiðaverstöðum, steypu- og helluvinnu, ferðaþjónustu, byggingavinnu, fiskvinnslu, skipuleg hjónaband og þvinguhjónaband, þjónustustörf á heimilum og innflutningu fíkniefna. Þetta allt svona ákveðin svið sem við höfum séð einhvers konar birtingamyndir af eða haft grunum. Áskoranir og hindranir. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að auka þekkingu. Ef við berum ekki kennslu á fórnarlömbu þá engin fórnarlömb eða það höldum við. Við þurfum að stuðla að frumkvæðisrannsóknum, þau koma aldrei, þau viti ekki eins og þau eru fórnarlömb mansals. Það mörg okkar vissu það ekki áður við fórum að kynna okkur þetta. Hvernig höldum við að fólki viti hvað það er? Það þarf að auka samstarf og við þurfum að vinna afar vel saman öll kerfin. Við reyndar gerum það á mjög stórum hluta, en við þurfum til að mynda að bæta við heilbrigðisþjónustunni, af því þar koma fullt af fólki inn líka. Að tryggja úrræði, þjónustu og aðstoð. Við þurfum að tryggja aðgengi að upplýsingum og líka erlendis, vegna þess að það oft ferill erlendis sem við getum þó mögulega rakið. Og fleiri áskoranir, fagalega þurfa að vera vakandi fyrir þessari vá. Við þurfum alltaf að hugsa það, hvað getur verið að baki, hver saga viðkomandi. Fæstir trúa því að mansal viðgangist á Íslandi og þetta svolítið erfitt viðhorf að eiga við. Og til að mynda 2009 þegar ég var að vinna við þetta mál sem ég nefndi áðan, ég held að eiginlega enginn trúaði að það væri mansal á Íslandi. Þetta var eitthvað mjög fjarlægt okkur. Það náttúrulega viðhorf yfirvalda, þau yfirvöld verða að viðurkenna að þessi vandi sé til staðar og í rauninni þekkjan. Og svo það náttúrulega bara viðhorf samfélagsins. Og þetta síðasta glæran frá okkur. Mansalsmál koma alltaf upp klukkan 16 á föstudögum og við þurfum að vera viðbúin því. Það ekki hægt að segja hérna, en það föstudagur og klukkan að verða 16. Þau koma alltaf upp þá. Og það ekki bara í Íslandi, það alls staðar. Herru, takk fyrir.
Ég held að